Hjartanlega velkomin í föstudagsþáttinn. Páskahelgin framundan og vonandi allir að njóta með sínum. Í föstudagsþættinum kennir ýmissa grassa að venju. Við ætlum að byrja á því að fjalla eyfirska safnadaginn og til mín eru komnar Berglind og Ragna. Velkomnar. Takk fyrir. Safnaklasin, kannski ættum við fyrst aðeins að tala um hann. Er það ekki eitthvað sem tengist þessu? Já, endilega. Safnaklasin er bara svona hópur, svona samstarfshópur allra safna og sýninga við Eyjafjörð og við erum að vinna því saman að gera bara alls konar skemmtilegt. Við reynum að kynna okkur dálítið saman og svona bara til að sýna hvað er mikið að vera á þessu svæði og þetta nær alveg frá Siglufirði og bara inn fjörðinn allan og út á Grenivíkinu megin og þetta og á eyfirska safnadaginn eru 16 söfn og sýningar sem verða opið. Við höfum verið að halda alls konar sýningar saman og bara sýna fram á hvað er mikið líf í firðinum. Fjölbreytni. 16 söfn sem ætla að taka þátt í eyfirska safnadeginum. En vitið þið svona, að því að það er ekki allir sem að náðu að vera með, en hvað eru þetta mörg söfn haldið þið í heildina? Þau eru 18, er það ekki? 18, 19, það er svona, Og er ofta bætast í og hvernig er þetta búið að vera stabílt í mörg ára eða hvað er að gerast? Hvað er að frétta? Hvað er að safna vettvanginn? Það eru þetta mjög fastu kjarni og svo eru alls konar starfsemi sem að verður til og það er bara misjafnt hvernig það er og hvort þau ná að hafa opið á ársgrundvelli og hvernig það er. Það er kannski svolítið misjafnt. En við reynum bara að styðja alla sem koma inn í þetta og eru með þessi söfn sem starfa allt árið og svona og svo bara mikil fjölbreytni og mikið af svona sérhæfum söfnum hérna og svo líka þessi byggðasöfn og listasöfn sem eru bara svona almennari. Svona víðar og almenn, já. Eyfirski safnadagurinn er á sumardaginn fyrsta, eða ekki? Bara núna í næstu viku. Og þá ætla einmitt svo mörg söfn, 16 söfn, að opna upp dyr sínar og bara hafa ókeypis. Já, markmiðið með deginum er sem sagt að vekja athygli á allri þessari fjölbreytni í safnaflórunni í Eyjafirði. Og endilega bara viljum endilega sem flestir fá að njóta. Þetta er svona sumargjöf safnana. Þetta er sumargjöf safnana. Fá bara fólki á svæðinu til að kíkja á hvað er að gerast bara í þeirra nærsamfélagi. Bara margt að gerast. Og maður er ekkert alltaf svona dagsdaglega endilega kíkja á söfnin sín. Það tengist oft bara svona oft fríum og ferðalögum og uppbroti. Stundum fattar maður ekki einmitt það sem maður á heima er svo margt að sjá. Maður heldur alltaf að þetta þurfa að vera ykkur stóru ferðalagi að skoða söfn. Þannig að maður getur gert svona dag úr þessu og af því að það er allir með frítt inn og misjafnlega langt á milli safnana. Já, maður þarf kannski pínlítið að kortleggja sig. Hvaða svæði ætla maður að taka fyrir? Fjölskyldufund. Já, halda fjölskyldufund. Maður bara tekur bara næstu árin, getur maður skipulagt þetta ári rúndu og þangað og svo getur maður tekið göngutúr innbæinn eða uppbæinn eða kyrkt inn. Og það er svona eitthvað þema á hverju ári í tengslum við safnadaginn. Þemað í ári er með ferðalög og þá eru mörg söfn sem gera út á það þema, eru með eitthvað í kringum það. Og til dæmis amtið. Jú, amtsbókasafnið, einmitt. Á amtsbókasafninu þá munu Gísli Einars og Guðrún Hulda, kona hans, þau munu sem sagt vera með umfjöllun Jakobsveginn. Jakobsvegurinn í máli og myndum. Þau sem sagt fóru Jakobsveginn fyrir nokkrum árum síðan og munu fjalla ferðalag sitt þar. Þið eru búin að ná að tengja ferðalagið, þema. Heldur betur. Og frá minjasafninu komið eitthvað þema líka? Já, við erum náttúrulega með nokkra sýningar og nokkur hús og við tengjum okkur bara svona alls konar eins og á minjasafninu erum við með stóra Íslandskortasýningu. Já, segðu okkur aðeins frá spilinu sem við erum búin að útbúa. Það er náttúrulega, gerist ekki mikið meiri ferðalög heldur en landafundir og siglingar og við erum með kort sem eru frá 1500 til 1800 og mikil ævintýri sem fylgdu greinilega þessum siglingum. Kort sem að kannski margir kannast við upp á vegna svona skrýmslum og svona? Já. Því að þetta var stórhættulegt ferðalag og við erum búin að myndgera þetta, við erum með svona, og við erum komið núna með svona leikjaborð þar sem maður getur skoðað Ísland svona í þessari útgáfu frá 1600 og við erum að tala um svona upplyft borð með fjöllum og jafnvel skrýmslin líka orðin þrývít. Skrýmsli og skip og maður getur sett þarna svið sjórústur við skrýmsli. Eru þið búin að segja með einhverja leikreglu við þetta spil eða er það bara? Svo verður það svona þróunarverkefni. Það verður hægt að búa til einhvern góðan leik fyrir þessu. Svo erum við með Nonnahús og Davíðshús og Laufás, ferðalega fór til Laufás, aftur í tíma kannski. Nonni fór nú í heilmikil ferðalög allan heim. Mikil ósköp. Og þessi hús verður allt opið? Já. Og það verður fólk sem fjallar ævi þeirra og svo eru ratleikir og bara líka leikir út í garði og bara svona alls konar svona uppákomur og bara auðvitað náttúrulega heitt og bara svona, það verður svona yndisstundir þarna. Þetta er eiginlega alltaf Akureyri nema náttúrulega Laufás hérna utar.
Og svo inn í firði, smámunasafni vantarlega opið. Já. Eitthvað fleira inn í firðinu? Já. Nei, ekki opið núna allavega. Nei, svo er Grenivík, þeir ætla að opna sjóminjasafni þar. Já, heitir ekki sjóminjasafni? Útgerðarminjasafni á Grenivík. Já, passar. Það er mjög skemmtilegt, lítið og svona mikið svona framandi þar, já. Og á Siglufirði vantarlega Síldarminjasafnið. Síldarminjasafnið, já. Og síðan á Dalvík byggðasafni Hvoll. Já, Jói Risi. Já, einmitt. Það er stundum heimsækja hann. Já, einmitt. Mikið að skoða þar. Og svo er það kannski bara mest hérna á Akureyri, söfnin hér. Við erum alltaf mikið að söfnum á Akureyri. Já, það er mjög mikið að söfnum á Akureyri. Iðnaðarsafnið, mótfræðarsafnið. Já, það er einmitt svo mikið sérhæft, þannig að það geta allir fundið kannski eitthvað svona sem að hendar þeirra áhugamáli. Mótfræðar, flugvélar, einmitt svo. Og sjálfsögðu listasafnið líka. Og listasafnið okkar nýja með alla sína sali. Vitið þið hvort það sé eitthvað opnun í gangi, eitthvað nýtt, eitthvað svona? Veit ekki hvort það verði akkurat þarna. Nei. En það er náttúrulega heilmikið að vera og heilmargar sýningar. Inn á heimasíðum eða Facebook-síðum allra þessar safna. Fólk endilega til að skoða Facebook-síður safnana og líka Facebook-síðu safna og sýninga við Eyjafjörð. Það er sér síðan. Söfn og sýningar við Eyjafjörð. Það er hægt að kynna sér dagskrána og... Já. Þetta eru svo margir og þetta er svo fjölbreytt, þannig að við reynum bara svona að beina þessu dálítið á netinu, sko, þá getur hver fyrir sig tekið það sem þau eru að gera sína viðburð og svona, en einmitt, við erum með þessa heildarsíðu sem að fólk getur skoða svona að sjá. Háttur utanum þetta allt saman. Og safnadagurinn er núna, sumardaginn 1. Og er það í framtíðinni planið, eða? Já. Er þetta pínu svona eitthvað? Það sé bara komið, Við höfum í nokkur ár, haldið þetta alltaf á sumardaginn 1. Og það er bara... Fólki fríi og svona. Allir bara svona, komið í svona, til þess bara sumarskap og drífa sig út og kannski ekkert alltaf besta veðri til að fara í einhverja skrúðgöngur og svona, eða erum við með skrúðgöngur eitthvað á Akureyri, kannast þið ekki? Fínt að byrja daginn og skrúðgöngur og kíkja svo á söfnin. Við erum eitthvað sko. Þetta séu skrúðgöngur, svo á söfn. Já, það er sniðugt. Takk kærlega fyrir að koma í þáttinn og segja okkur frá Eyfirska safnadeginum og gangi ykkur vel. Takk kærlega fyrir.